Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Baráttan Ísland. Þátturinn ber þetta nafn vegna þess að það nú það sem í hönd fer, baráttan hvert Ísland skuli stefna, til jafnvel allra framtíðar. Í rauninni, spurninguna, höfum við enn trú á fullveldinu? Höfum við enn trú á því að við séum best til þess fær að stjórna okkur sjálf, Íslendingar. Og við ætlum í nokkrum þáttum að reyna að halda uppi umræðum þetta mikilvæga viðfangsefni yfir sumar, þegar oft reynist nú erfitt að halda úti mikilli pólitískri umræðu, en það nauðsynlegt núna því að ríkisstjórnin hefur ákveðið að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu í sumarlok. Og þá eins gott að sumarið nýtist vel, við munum hér leitast við að svara spurningum og birta gögn, afla upplýsinga og birta þær hvað framundan er í lok ágúst og svo hvað gerist eftir því hvernig menn kjósa þegar þar kemur. En með mér er Sigríður Ó. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins. Hvernig leggst þetta allt saman í þig? Mín ánægjan að vera með þér hérna, bara leggst vel í mig. Svo að því sem ég haldi til haga hérna upp af þessa hlaðvarps þáttagerðar, að þá er þetta hlaðvarp sem að verður rekið hér af þingflokki Miðflokksins, stjórnað af þingmönnum Miðflokksins og við munum fá til okkar gesti, bara eftir atvikum, eftir hvert umfjöllunarefnið er hverju sinni. Við ætlum að leitast við það að halda þessu hlaðvarpi úti þannig að það komi út nýr þáttur einu sinni í viku fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Við munum taka fyrir í hverjum þætti kannski eitt málefni eða nokkur málefni kannski einu eða það er bara svona eftir atvikum og reyna að koma á framfæri málefnilegum upplýsingum sem að við teljum að erindi til fólks til þess að vega og meta eigin afstöðu til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Er ekki óhjákvæmilegt að við byrjum á því að ræða það sem gengið hefur á hérna í þinginu? Það er að segja með hvaða hætti var stofnað til þessa máls, hvernig það var rekið áfram og síðan klárað. Nákvæmlega, við ætlum að kannski gera það hérna. Þú náttúrulega hefur verið í kjör aðstöðu hvað það var að þú situr í utanríkismálanefnd. Já. Restin af þingflokknum er auðvitað almennir þingmenn í þessu tilliti þar að segja. Við situm ekki í utanríkismálanefnd og höfum ekki haft aðgang að öllum þeim upplýsingum sem þar hafa farið fram, eins og við skulum fara aðeins yfir nánar hérna eftir. En að sjálfsögðu bendum við hlustendum og áhörundum á að gögn málsins eru svona mestuleyti inn á vefsíðu Alþingis undir þessu máli, innsend erindi, innsend umsagnir frá hinum og þessum, förum við það aðeins nánar. En já, þannig að því bara líka til þess að halda því svolítið til haga, fyrir þá sem að fylgjast ekki daglega hérna með störfum Alþingis, að þá er utanríkismálanefnd nokkuð frábrugðin öðrum nefndum hérna á þinginu, að það er og hefur kannski verið í vaxandi mæli verið lagður á trúnaður allt það sem framfer í þeirri nefnd. Svona ríkari, það er almennt engin trúnaður það sem framfer á fundum fastanemnda Alþingis. Öðruvísi en þannig, það er í reglum þingsins að við þingmenn vitnum ekki í nafngreinda aðila sem koma fyrir nefndir hjá okkur, en allt það sem fram kemur almennt á nefndafundum, fastanemnda, getum við þetta þingmenn tjáð okkur vegna þess að það er auðvitað hluti af okkar starfi. Þetta gegnir aðeins öðruvísi, þetta horfir öðruvísi við þessar utanríkismálanefnd, að því þar hefur verið, eins og menn kalla oft viðkvæm málefni til umræðu, þjóðarhagsmunir, samskipti við erlend ríki og svona, sem að mönnum hefur svona kannski almennt þótt þurfa að fara kannski leynt með, ekki leynt, en svona ákveðin trúnaðarríkir. Og þar með hefur verið svona, þessi trúnaður hefur verið varpað yfir á þetta mál í umfjöllun nefndarinnar. Og það hefur gert að mínum mati, svo ég tali nú bara frá mínum bæturum séð í þessu, það hefur þetta gerir öðrum þingmönnum hefur gert svolítið erfiðara fyrir í umræðunni almennt þessi mál. Það er auðvitað
auðvitað höfum við getað tekið þátt að fullu í umræðunni og komið fram okkar sjónarmiðum og svona, en ég vildi bara nefna þetta, að þetta svona svolítið til umhugsunar líka fyrir fólkið þarna úti, þannig að það fá svona smá innsýn inn í þetta hvernig þingið virkar. Já. En ég ætla líka samt bara að segja líka upp svona bara þetta hlaðvarp og svona, að við ætlum að senda það hérna út í mynd, leitast við að gera það í hvert sinn, án þess að við séum við Sigmundur eitthvað fyrir augað, en sumu fólki finnst gott að horfa á svona þætti. Ég setti nú með bindi. Já, ég veit að þú ert eitthvað svo strollandi fínn hérna, ég aðeins svona í afslappaðri borgaralegum klæðnaði, en og við erum kannski, svo þróum við þetta áfram og það verður gaman að fá okkur að gesti hérna og við ætlum að reyna að vera ekki neitt mjög leiðileg, er það ekki? Menn þetta er ekki, þótt að efnið sé þungt og tæknilegt, að þá ætlum við svona að leitast við að setja þetta fram á einhvern þann hátt og máta sem að fólki hugnast að meðtaka. Og það er auðvitað heldur ekki útilokað að við getum reynt að svara einhverjum spurningum ef menn vilja senda til okkar einhverjar athugasemdir, einhverjar spurningar umfjöllun, að þá auðvitað gerum við það, skulum reyna að verða við því eins og við getum. Það verður allavega meira spennandi en hlaðvarpið þarna með Degi B. Eggertsinni. Já, við reynum að hafa þetta kannski hressa. Já, það verður nú ef við náum því ekki, þá getum við hætt. Heyrðu, en sko þessi þingsályktunartillaga, hún kom inn á þingið, bara svo við aðeins reynum að ramma bara þessa þinglegu meðferðin. Hún var lögð fram 9. mars síðastliðinn. Já. Hún var ekki á þingmálaskrá og fyrir þá sem ekki þekkja til að ríkisstjórnin setur fram þingmálaskrá í upphafi þingvetrar, þar sem framkoma öll mál sem að ríkisstjórnin hyggst leggja fram á þingi. Þetta er gert auðvitað í þágu gagnsæis og til þess að þingið og þingmenn geti undirbúið sig. En þetta mál var semst ekki á þingmálaskrá, svo því sé haldið til haga. Máli var rætt á 3 dögum, á 3 þingfundum eftir 9. mars, fór svo inn í utanríkismálanefnd, hvar þú situr, Sigmundur, eins og ég segi, og þar hófst auðvitað heilmikil umræða og umfjöllun. Já, þetta gerðist býsna skyndilega, eins og þú bendir á. Við höfum reyndar heyrt af því, þingmenn og almenningur á Íslandi, í erlendum fjölmiðlum, að einhvað staði til varðandi umsóknum að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var nú þrætt fyrir það framan af hálfu ráðherrana, enda eins og þú segir málið ekki að þingmálaskrá og hafði verið rætt á þeim nótum að það yrði gert upp á næsta ári. En svo er í skyndingu boðað til blaðamannafundar og málið kynnt þar án þess að það hafi verið kynnt í utanríkismálanefnd og það nefnilega hvílir sérstök skylda á stjórnvöldum að kynna stór utanríkismál í þeirri nefnd áður en lengra er haldið. Það hefur verið reglan frá upphafi frá 1940 þegar að Íslendingar vegna stríðsins þurftu að breyta samskiptum sínum við Danmörku og setja konungin af í bili og danska þingið. Þá var því máli hent saman mjög hratt eftir innrás þjóðar í Danmörku en fyrst kynnt í nýrri utanríkismálanefnd. En þessi ríkisstjórn hefur gert minna með utanríkismálanefndina nema þá helst til að kynna mál í trúnaði, svoleiðis að menn get ekki tjáð sig um þau. Þetta hefur verið misnotað og við höfum margsinnis gagnrýnt það fulltrúar minnihlutans að í fyrsta lagi fáum við ekki upplýsingar mál sem að skipta máli eins og allt þetta byggsannar þolgerðar síðustu misserin. Þessi samkomulög sem að hún hefur verið að gera við Evrópusambandið sjávarútvegsmál eða atvinnuverið ráðherrann, sjávarútvegsmál varnarmál og fleira og hefur haldið því fram að þetta væri ekki til að hafa áhyggjur af þegar ekkert að þessu væri bindandi, samt ekki kynnt í nefndinni og svo höfum við fengið að heyra það utan að Evrópusambandið bara lítið þetta öðrum augum að Ísland sé búið að gera við ýmsu bindandi samkomulög. En allavega, þannig er þetta kynnt á blaðamannafundi, litið fram hjá utanríkismálanefnd, litið fram hjá skyldu sem hvílir á stjórnvöldum til að setja mál í svokallaða samráðsgátt sem á að gefa borgurunum tækifæri til að
kynna sér hvað í vændum. Og einhver með mótskotin, landskjörstjórn, það líka sérstaklega lögbúið. Akkurat, já. Það var samráð við gerð þingmálsins við landskjörstjórn. Það var litið framhjá því enda lentum en svo í vandræðum með málið að því að það var einfallega ekkert sérstaklega vel unnið. Við spurðum nú einhvern tímann í nefndinni, fenguð enga aðstóð við að undirbúa þetta, semja spurninguna til dæmis. Já, það kom einhver hérna og var eitthvað leiðbina okkur með þetta. Hver var það? Nei, það gátt ekki svara því. En allavega, þetta kynnt á þessum blaðamannafundi og farið beint á fund þingmanna meirihlutans sem var fenguð þá fyrst kynningu af málinu frá formunum sínum og málið síðan sett á dagskrá og mælt fyrir því á fyrsta mögulega þingdegi, dagskráin rudd að öðru leyti, keyrt þar í gegn, inn í nefndina og vinna nefndarinnar hefur einkennst umfram annað af asa, því að reyna að hraða þessu í gegn. Þetta var orðið hálf vandræðalegt þegar var búið að gera ráð fyrir 15 gestum á einum fundi og menn voru rétt sestir þegar var farið að biðja á að fara. Sumir fengu nú bara ekkert að koma yfir höfuð. Nú upplýsingabeiðnum minnihlutans svarað illa og oft á tíðum ekki neitt. Endaði með þessu leyniherbergi sem við komum kannski inn á aftur og aftur. En í öðrum tilvikum bara ákveða að við ættum ekkert að fá upplýsingarnar. Það sem stóð kannski upp úr með það var að við höfum beðið það að reyndir að skýra málið á grundvallar spurninguna hvað gerist ef fólk segir já. Það reynt að skýra það með því að bara spyrja Evrópusambandið. Hvernig horfir þetta við ykkur? Nei, það máttu alls ekki. Formaður nefndarinnar fann upp alls konar afsakanir í svona það bil 5 vikur fyrir því að það væri þetta skoða þetta betur hvort þetta gera þetta. Endaði með því, hann sagði, já, kjósum bara það. Hverjir vilja afla gagna frá Evrópusambandinu? Minnihlutinn rétt upp hönd. Hverjir eru á móti því að biðja Evrópusambandinu gögn? Meirihlutinn rétt upp hönd. Felldi tillögu að fá upplýsingar og menn geta alveg held ég fyllt í eðunar hversna það Þau vilja segja eina sögu á Íslandi og aðra út í Brussel. Og þannig eru leynigögnin til. Þau lýsa ekki hvað síst samskiptum utanríkisráðherrans og íslenska stjórnvalda við Evrópusambandið. En það þykir óþægilegt að ræða þetta af því að málið allt einkennist af yfirborðsmennsku. Þessu treystir ekki þjóðinni. Og maður spyr á móti, treysti ekki þjóðinni fyrir hverju? Þið verðið að upplýsa fólk hvað valkostirnir þýði. Annars treysti þið henni ekki. Þið treysti henni ekki fyrir upplýsingum. Þið treysti henni ekki fyrir umræðu ef þið ætla að halda þetta sömar. Þið treystið ekki þjóðinni. En þetta hlaðvarp til þess ætlað að reyna að koma sem mestum réttum upplýsingum á framfæri að því að við treystum þjóðinni fyrir þeim. Svo var auðvitað sendi utanríkismálanefnd málið til umsagnar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og þar maður kannski sem almennur þingmaður í betri stöðu til þess að gæjast inn í þá umræðu. Já. Málið fór þangað og það var í sjálfu sér eins og þetta horfir við mér í rauninni ekki fyrr en að málið kom þaðan út eftir umsögn þaðan og gestakomur sem að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fékk sem að var meðal annars frá landskjörstjórn manni og ég held einhverju fulltrúar Feneyjarnefndarinnar svokölluðu sem að nefnd á vegum Evrópuráðsins sem á að hafa svona eftirlit með lýðræði og einhver svoleiðis þáttum í aðildarríkjum Evrópuráðsins sem Ísland í. Það var semst ekki fyrir eftir gestakomur af þessum toga sem að það fór að myndast svona eitthvað mynd á þessar spurningu til dæmis og líka varð raunveruleg umræða sem að af því að hún fór fram í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Ég hygg nú hún hafi farið fram í utanríkismálanefndinni áður, en þessi umræða dagsetninguna. Já. Og þar auðvitað komu fram efasemdir frá landskjörstjórn að þetta væri heppileg dagsetning, þar væri sko bara að því landskjörstjórn hugsa bara auðvitað út frá þeim skildum sem að hún hefur lögum samkvæmt til þess að hafa eftirlit með þessu og undirbúa þessar kosningar. Og nefndi þetta væri nú skammur tími og svo nefni það bara líka framhjálöpi
að ég hef ekki ennþá fengið í sjálfur sér á hreint og ég veit ekki hvort þú hefur okkur upplýsingur um það. Nú samþykktum við þetta hérna núna í gær þessa þingsályktunartillögu. Málið fer síðan framhald málsins þetta þannig að landskjörstjórn hún þarf að auglýsa með formlegum hætti þessa heldur utan um þetta, atkvæðagreiðslu og leið og búið að auglýsa hana að þá þarf að hefja síðan utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. Já. Þannig að þetta ekki eins og í sveitarstjórnarkosningum eða við alþingiskosningar að það sé ákveðin rammi fyrir þessa. Utan kjörfundar atkvæðagreiðslan getur verið lengri en hún má bara ekki vera, hún verður að vera að minnstakosti hérna í síðar en einhverjir ákveðin dagar, ég man ekki hvað það er, 30 dagar eða eitthvað, hún þarf að hefjast. Þannig að við erum ennþá í einhverju myrkri það. Þetta gæti þess vegna bara brostið á að atkvæðagreiðslan þetta mál byrji einhvern tímann þess vegna snemma í júlí eða seinna, maður hefur ekki hugmynd um það. En í öllu falli, það var stjórnskipun eftirlitsnefnd sem kom skriður á þessa umræðu og á endanum játaði meirihlutinn sig sigraðan hvað þessa spurningu varðar, orðalagið á henni minnst kosti. Það tók nú tíma samt. Það tók tíma. En sem er merkilegt í ljósi þess að í rauninni benti landskjörstjórn á að spurningin væri bara ótæk. Hún væri villandi og það auðvitað hefur verið þegar manni fundist í allir þessu umræðu. Svolítið tilgangur eða markmið með þessari umfjöllun með hálfu ríkisstjórnarinnar, einhvern veginn að þvælast í og vera að rugla fólk í rýminu og láta fólk fá tilfinninguna að þetta sé nú bara, við séum bara að halda áfram frá einhverjum fyrir stigum. Já. Sú framsetning er náttúrulega algjörlega óþolandi og þetta pirrar mig að við sitjum upp með stjórnvöld sem hafa svona litla trú á almenningi að þau telja sig geta sagt fólk, það sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það snýst alls ekki hvort menn vilji ganga í Evrópusambandið. Snýst allt annað, snýst að leita tilboða, sjá hvað okkur er boðið. En á sama tíma vilja þau samt vísa til viðræðnanna sem fóru fram hérna 2010 en samt á sama tíma vilja þau ekki gangast við gögnum sem þá urðu til, ég nefni sem dæmi samningsmarkmið sem að Evrópusambandið sjálft setti fram og það er nú eitt plagg sem hefur ekki verið lagt hérna fram með formlegum hætti í þingliðinni meðferð. Sem er með stökustu ólíkindum. Það er skjal sem heitir samningsrammi Evrópusambandsins og það er hægt að finna það á internetinu en ég er ekki sem að hlustundur geti fundið með því að grafa farin á utanríkisráðuneyti, það er grafið þar djúpt niðri. Það er mjög margir áhugaverðir punktar sem að hægt að fjalla hérna síðar en það er voða, stjórnvöld eru mjög óljós þetta allt saman. Erum við að halda áfram því sem frá var horfið, líta þau þannig á að til dæmis þau svör sem að Ísland fékk þá sértækar lausnir og undanþágur sem að við höfum nú þegar í tengslum við EES-samningin að þau svör, svo afstæða Evrópusambandsins sem að þá kom fram í garð þessara sérlausna, hún gildi áfram, vegna þess að það liggur alveg fyrir að Evrópusambandið, það kemur fram í þessum samningsramma, Evrópusambandið leit þá á þessum tíma að þær sérlausnir og þær aðlaganir, þær hefðu ekki fordæmis gildi við aðildarviðræður. Þannig að það þyrfti að semja það allt upp á nýtt. Við erum búin að reyna að spyrja þetta hérna í þessari þinglu meðferð og það kom ekki svör við þessu. Vandinn er hjá þeim að þau eru að reyna að gera allt samtímis, annars vegar að fá almenning til þess að fallast á þeim forsendum að það séu viðræður í gangi og það hafi bara verið gert hlé á þeim og ekkert að vanbúnaði að byrja þar aftur. Leið þá, vonastu til að geta sagt við Evrópusambandið, við föllumst á að þetta eru sömu viðræðurnar og getum við ekki bara byrja þar á þess að þið þurfa að fara í gegnum allt ferlið. En leið, eins og þú segir, neitaðu að svara því. Hvort þetta séu raunverulega sömu viðræður eða ekki. Því að ef þetta eru sömu viðræður þá er þetta skjal sem þú nefndir og einmitt var ekki lagt fyrir nefndina, ekki lagt fyrir þingið. Með ólíkindum. Alveg með stökust ólíkindum. Svar er í rauninni spurningunni hvað gerist ef þessar viðræður halda áfram. Þetta er afstaða Evrópusambandsins til viðræðanna af Ísland, í rauninni skilyrðin fyrir viðræðanum. Og þar er þessu lýst mjög
afdráttarlaust. Fyrsta lagi nú tekið fram, sem að hefði kannski ekki þurft að gera, en þó það gert, sameiginlegt markmið beggja aðila að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það markmið með viðræðunum. Það líka árétt að í þessu felist eftirgjöf Íslands á dómsvaldi, framkvæmdavaldi og löggjafarvaldi, sem á utanríkisstefnu landsins, og við þurfum að segja okkur öllum fríverslunarsamningum og öðrum samningum við önnur ríki sem að falla ekki að Evrópusambandsreglunum. Og svo útskýrt og margítrekað að viðræðurnar snúist það að umsóknarríkið Ísland sannfæri Evrópusambandið með óyggjandi hætti að það sé fært að laga sig að sambandinu og hefji þá aðlögun. Og ég hvet nú fólk til þess að skoða þetta skjal ef það að velta fyrir sér. Morgunblaðið náttúrulega fjallaði þetta og birti þetta. Morgunblaðið fjallaði þetta. Sko. Þetta fannst einhvers staðar og var gaukað af Morgunblaðinu og þeir gerðu þessu góð skil og svo skrifaði ég grein með hennum ýmsu punktum upp úr skjalinu en það er alveg virði fyrir fólk að lesa þetta bara. Þetta er á íslensku og ekki það margar blaðsíður og hver setning í rauninni áhugaverð af því að hún sýnir svo afdráttarlaust til hvers ætlast af Íslendingum ef þeir ætla að vera í þessum viðræðum. Og ég held að það sé nú kannski engin tilviljun að það hefur verið ákveðið að reyna að láta þetta skjal týnast af því það fellur alls ekki að fullyrðingunni núna að þetta er bara spurningum að sjá hvað bjóð okkur. Gott og vel, nú kunna þau að segja og hafa sagt, já það er allt önnur afstæð í dag í Evrópusambandinu. Það er komið nýr stækkunarstjóri og það er bara allt nýtt fólk og þetta er þetta sérstætt að nefna þetta bara eins og sambandið sé bara stjórnað af persónulegum svona dyntum einstaklinga þarna. En þetta hefur utanríkisráðherra látið hafa eftir sér og formaður utanríkismálanefndar hef ég heyrt að bara komið nýtt fólk í brúnna og svona. Gott og vel, en væri þá ekki ráð að fá þá bara þennan samningsrama eins og hann horfir við þessu ágæta fólki í dag? Já. Akkur er ekki að leggja það fram fyrir þingið? Akkur var ekki að leggja það fram fyrir þingið? Og í síðasta lagi þá í sumar að fá svona ramma. Þetta er það sem við báðum utanríkisnefndina grænslstum, en auðvitað hefði bara ríkisstjórnin átt að gera það. Fá einhver svör og þá er eitthvað fyrir fólkið að kjósa Þessi fyrrnefnda Feneyjanefnd, við ræddum þetta við hana, því hún lagði mikla áherslu á að það væri alveg á hreinu hvað gerist ef mann segja nei og hvað gerist ef mann segja já. Og ég sagði farir okkar ekki sléttar í því efni því að ríkisstjórnin væri treg til þess að segja meira en að hún ætlaði bara þá að tala eitthvað við menna það núti og eru þið mér ráð, spurði ég. Já, af hverju hafið þið ekki bara samband við Evrópusambandið beint? Og spurði það. Og það var það sem var síðan hafnað formlega af hálfu meirihluta nefndarinnar. En þarna birtist þetta skýrt, þetta birtist reyndar skýrt líka út á hvað alltaf Evrópusambandinu gengur á heimasíðum sambandsins og í allri framkvæmd í mörg ára og áratugi. Og þróun hefur verið svo að allt tala undanþágur það er verið að þrengja að því, sérstaklega eftir stóru stækkunina með Austur-Evrópuríkjunum 2004. Þá vill Evrópusambandið ekki ræða undanþágur en segir í einstaka undantekningatilvikum er hægt að hafa aðlögun, tímafrest. En leið þarf umsóknarríkið að útskýra hvernig það ætla að vinna sig út úr þessu á aðlögunartímanum. Þannig reyndar ég maður skjóta inn í, það er reyndar sko þvert á móti mér að segja núna stemmingin í Evrópusambandinu svo að gagnvart þessum 9 ríkjum, 9-10 ríkjum sem bíða núna eftir að vera að banka upp á hjá Evrópusambandinu, þá hefur því núna verið kastað fram í umræðinu bara síðustu dögum, eða síðustu 2-3 vikum í Evrópusambandinu að það sé komið til greina að liðka fyrir aðild þessara ríkja ef að þau fallast á það að koma inn í Evrópusambandið og fá ekki neitunarvald sko. Já. Veist, þannig að þetta er þá er ég að vísa til þess að neitunarvald sem er alfa og omega Evrópusambandsins og kjarnin sem bindur þessi ríki saman þar að segja að ekkert ríki verði þvingað
til ákvarðanu stóra hluti, svona grundvallar mál, sko. Nei. Og Evrópusambandið hefur, og þeir sem að ráða för þar, hefur viljað hverfa frá þessum minneitunvaldi. Það kom sérstaklega til tals eftir kosningarnar í Ungverjalandi, sem að Viktor Orbán tapaði. Hann hafði verið þeim erfiður með þetta og þá að fara að ræða þetta aftur. Nú tækifærið til þess að losna við þetta neitunarvald, og eins á öðrum sviðum hafa þessir helstu potentátar í Evrópusambandinu viljað ná fram aukinni miðstýringu. Og það var til dæmis niðurstaða margnefndrar Draghi-skýrslu, þar sem að var viðurkennt að þetta bara gengi ekki nógu vel hjá Evrópusambandinu. Regluvæðingin og allt þetta, Evrópusambandið var að dragast aftur úr. En hvaða lærdóm ætluðu menn að draga af því? Jó, við þurfum greinilega meiri miðstýringu. Og að því er unnið núna. En að því nefnir þessi umsóknaríki hin, sem eru raunveruleg umsóknaríki, það er nú eitt. Nú er aftur farin að tala um að Ísland sé umsóknaríki, en hefur ekki verið það á nokkurn hátt í mörg ár. Látum það liggja milli hluti í bíli, búin að eiga þá umræðu. En þessi ríki sem eru sannarlega umsóknaríki á hinum ýmsu stigum, það var fjallað um þau í all stórri frétt Daily Telegraph, sem að mig minnir að hafa verið fyrsta fréttin sem að ég sá hvað Þorgerður væri að bauka hann úti áður en þau kynntu áformunum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þá var því lýst, að þetta var allt haft eftir einhverjum heimildamönnum í Brussel, að í Evrópusambandinu sæi menn tækifæri til að taka Íslandi inn til að geta sett það í pakka með öllum hinum fátækari löndunum, sem að menn hefðu efasemdir að taka inn, en Ísland er svona eins og skraut á þann pakka. Sjáu þið, með þess að Ísland þróað og ríkt ríki vill gangin. Og það er ekkit óhugsandi, því að þessi sem að stjórna þarna vilja leggja Evrópu undir sig, þessum mestu leyti, og vilja auka slagkraft Evrópusambandsins, það er, þú veist, ég hugsaði það þannig, sko. Akkurat, og þeir þurfa svolítið mikið á því að halda að fá einhverjar góðar fréttir af sambandinu núna. Og það að Ísland sækir þá er hægt að stilla því upp svona, sjáu þið, Evrópusambandið er ekki eins slæmt á því haldið, er ekki búið á því, meira þess að Ísland vill komast inn. Og Þorgerður náttúrulega er að vinna í þessu með þeim. Hún er í raun búin að blekkja, ég treysti mig til að nota það orð. Hún að minnstakosti hefur haldið upplýsingum frá almenningi það hversu mikið hún hefur verið að ræða málinu nú þegar. Já, hún líka, sko, ég ætla ekki að fullyrða það hvað hún veit eða í þessum efnum, en það er auðvitað afleitt að utanríkisráðherra leitist ekki eftir því að afla upplýsinga afstöðu Evrópusambandsins og koma því á framfæri og upplýsa bara þjóðina það. Og þetta til dæmis hef ég nefndi nú, hef verið að nefna í nokkrum ræðum í þessari umræðu og kallað eftir því að þingið, sko, að það verði einhver umræðin í þinginu, það hefði átt að vera það í þessari þinglegu meðferð einmitt þróun Evrópusambandsins. Þannig að það hefði að mínu mati þurft að vera hluti af þeirri umræðu sem átti sér stað í þinginu, áður en þetta mál var afgreitt. Svona einhver umræða þróun Evrópusambandsins að þessu leyti einmitt sem að við erum að tala með þessi 9 aðildarríki, hvaða áhrif hefur það á, við að segja bara íslenskan vinnumarkað, íslenskt almannatryggingakerfi og allt þetta sem að við þekkjum stöðuna gagnvart, sko, Evrópusambandinu sem er í dag með frjálsa för fólks og þar af leiðandi aðgang fólks að til dæmis heilbrigðiskerfi og öðru slíku hér upp á ákveðnu marki. En færi Ísland inn í sambandið, sko, eins og það er núna, og maður geta lagt mat á það eins og það er núna, en það er veruleg stökk breyting síðan ef eftir 5 eða 10 ár verði allt í einu komin 5 eða 10 ríki, fátæk ríki úr Austur-Evrópu
meðal annars Úkraína, með allan þann vanda sem þetta blasir þar við, sko. Já. Sko, það þarf auðvitað að vera, þessi umræða hefði þurft að við hefðum þurft að geta átt þessa umræðu aðeins til þess að leggja mat á þetta fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, vegna þess að þetta að mínu mati er heilmikið atriði sem að fólk þarf aðeins að velta fyrir sér hvort að það sé tilbúið til þess að leggja á sig, og þá meina ég þjóðin hérna, að við erum að leggja á okkur, ef menn ætla að segja já. Við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá er það ekki bara eitthvað verkefni fyrir einhverja embættismenn. Það er þjóðin sem borgar fyrir það, sko, með einum eða öðrum hætti. Þannig að fólk þarf að vera svolítið upplýst um það, hvort það er tilbúið að leggja þessi lóð á vogarskálarnar, vitandi það kannski að þetta samband eins og það er í dag, en það kann líka taka miklum breytingum bara innan mjög skams. Og mun gera það vegna allara þeirra vandamála sem að blasa þar við, og þetta er ekki bara spurningum nýju fátækuríkin, því að stóru ríkaríkin eru líka flest hver í gríðarlegum vanda. Með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar og ekki eins og gjaldþrota velferðarkerfi. Það er bara og sjáum bara að þú nefnir lífeyrismálin, samanburðin á því til dæmis milli okkar og Frakklands. Við erum með ég myndi halda best fjármagnaða lífeyriskerfið. Holland er reyndar með þetta þokkalegt og það er nokkurn veginn í lagi hjá Dönum og Svíum, en enga síður þá eigum við þarna á hættu að dragast inn í og ég vil þurfa að fjármagna lífeyrisvanda Evrópulandana, og það gerist ekki með því að Evrópusambandið komi og geri lífeyrissjóðina hérna upptæka. Það myndi gerast með þeim hætti að það verði lögð á ný sameiginleg evrópsk skattar til dæmis, og Evrópusambandið er nú mjög áhugasamt að útfæra skattlagningarvald og vill helst bara fá að ráða fjárlögum aðildarríkjanna, en það mun koma að því að þessi kerfi get ekki borgað og það verður gripið til neyðarráðstafana. Og þá eru engar líkur á því að ef Ísland verðum búin að álpast þarna inn, að við fengjum undanþágu frá því að taka þátt í þeim björgunaraðgerðum af því að við höfum verið svo fyrirhyggjusum og sparað. Þá verður þetta bara sameiginlegt evrópskt verkefni að bjarga lífeyriskerfinu og jafnvel líka að bjarga velferðarkerfunum sem að eru bara gjaldþrota í mörgum evrópskum löndum. En það er annað varðandi þessar miklu breytingar sem Evrópusambandið er gangið gegnum. Það snýr líka að því að reglurnar eru alltaf að breytast og við getum lent í því að hafa óvart farið inn í Evrópusambandið á ákveðnum forsendum, svo bara breytast aðstæður og forsendunum er breytt, reglunum er breytt. Það var einhver, ég man ekki hver það var, sem að það var Evrópusinnir, einn af aðalköllunum þarna, sem að skilgreindi Evrópusambandið þannig að það þróaðist með krísum. Það er að segja, þróun Evrópusambandsins væri drifin áfram af krísum. Menn færi úr einni krísunni í aðra og í hvert skipti þá settum við nýja reglur og Evrópusambandið styrkti vald sitt. Það nýtir krísurnar til að styrkja vald sitt yfir löndunum. Þannig að við vitum ekkert hvað bíður okkar eftir 3 ár, 5 ár, hvað þá 10. Nei. Ég sé sko í nefndaráliti meirihlutans þá er auðvitað það er svona kaflaskipt og það eru teknir svona nokkrir kaflar fyrir, til dæmis kafli almannaþjónustu og félagsleg málefni og öryggis- og varnarmál og eitthvað svona, og þetta er allt, þú veist, það kemur, það er bara eins og lífeyriskerfið sem við erum að tala um, sko, sá kafli, hann bara bendir á að, jú, þetta hafi svona áhrif á kannski tekjumöguleika lífeyrissjóðanna. Það er ekkert fjallað um til dæmis samræmingu sem þó er bent á
að aðild að ESB kalli á okkur samræmingu samræmingu almannatrygginga Já, og okkur lágmarksregla á vinnumarkaði og svona. Þannig að þessi umræða á öll eftir að fara fram. Við ætlum nú að reyna kannski núna í sumar að taka fyrir einn og einn kafla í þessu og fá kannski sérfræðinga til þess að ræða þessi mál. Þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli að menn átti sig á þessu en var einhver í utanríkismálanefndinni einhver svona dýpri umræða þessa kafla alla eða þessi málefni? Ég meina bara eins og almannatryggingakerfið eða... nei, það gafst engin tími til þess að ræða Evrópusambandið. Nei, það var svona, bara heilt yfir var bara Evrópusambandið sjálft ekkert rætt, sko. Nei. Og heldur bara að þessi atkvæðagreiðsla að því marki sem einhver var hægt að fá að ræða Evrópusambandið, þá var það bara með tilliti til afstöðunar og stöðunar 2012-13 þegar að viðræðunum var hætt af sömu stjórn og sóttum. Þar hafði náttúrulega, eins og menn kannski það ekki náðst neitt árangur í umdeildum málum. Þar hafði einhverjum köflum verið lokað ýmist alveg eða til bráðabirgða en það voru auðveldu kaflarnir hluti sem að tengist EES-samningnum. Sumir aldrei opnaðir. Og sumir aldrei opnaðir og þetta sigldi í strand þegar að ekki reyndist fært að opna þar með talið sjávarútvegs- og landbúnaðarkaflana. Þá voru þetta ráðherrar í ríkisstjórn sem að voru ansnúnir þessu ferli og vísuðu í að sótt hefði verið eða þingsályktun samþykkt með skilyrðum. Einungis þannig hefði verið hægt að ná meiri hluta fyrir umsókninni og þeir myndu sko ekki taka þátt í því að fara fram úr þeim skilyrðum, þannig að lengra varð ekki komist. En nú auðvitað sóttum skilyrðislaust og allt snýst að treysta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur til að meta hvað okkur fyrir bestu. En sko, já, förum aftur að þannig bara yfir þess að þinglugu meðferð. Svo þetta afgreitt út úr nefndinni hérna. Já. Og málið sett bara strax aftur á dagskrá. Hérna eftir hvítasunn, og þröngur rammi gefinn til þess að ákveða, ég meina bara sem þetta stuttu fyrir tímamörkin sem að blöstu við. Ég tekið út í nefndinni að þetta var rifið út úr nefndinni á meðan að þau gögn sem að þó var búið að fallast á að þetta að fá voru enn að berast. Alveg rétt, ég sem almennu þingmaður tók eftir því að sko innsend erindi í málið voru eitthvað 60 svona sem voru að mjattlast inn frá því í mars. Svo málið afgreitt út úr nefndinni, þá eftir að það var afgreitt út úr nefndinni málið, þá hafa bæstu held ég yfir 40 mál, 40 skjöl. Já. Þannig að þau eru samtals núna yfir 100. Gögnin í málinu, og þetta gerir sko eftir að málið er komið út úr nefndinni. Eftir að málið er komið út úr nefndinni. Og maður var á leið í ræðustól í fyrstu ræðu við seinni umræðu þessa máls. Algjörlega ótækt. Og ég játa að ég hef bara ekki náð að kynna mér öll þessi gögn sem að komið þarna til viðbótar sko. Það er ekki víst að allir hlustendur sem að þekki ekki til þingstarfana gerir sig grein fyrir hvað þetta er svakalega skrítið, óvinnlegt og í rauninni bara óásættanlegt fyrir þingið og tala ekki um almenna þingmenn sem ekki er í utanríkismálanefndinni og hafa ekki haft aðgang að umræðinu fram að því. Svo er málið rifið út úr nefnd, ekki hægt að vinna meirið í nefndinni og enn er að berast gögn sem að menn hafa ekki haft tækifæri til að kynna sér áður en umræðan þarf að halda áfram og klárast. Og þetta stafaði náttúrulega af því hvað þau voru búin að koma sér í vandræði með þessa dagsetningu. Að þurftu að klára málið 3 mánuðum fyrir atkvæðagreiðsluna, þannig að það var bara hægt að hlusta og ekki fleiri gestir og þó að upplýsingarna sé ekki allar komnar, það skiptir engu máli, var bara sagt, það breytir ekki afstöðu okkar og inn í þingsalinn með það. Og verst af öll að það hefur ekki tekist að fá þá hreint fyrir almenning hvað gerist ef já og hvað gerist ef nei. Mér finnst ágætt að útskýra þetta hvað ég á við með þessu með því að vísa í
í spurningu sem að meirihlutinn spyr okkur oft hérna út frá sinni ímyndarpólitík. Spyrja, ætlið þið ekki að virða þjóðarviljan? Merkingunni munum við ekki virða niðurstöðuna hvort sem hún er já eða nei. Og þegar maður spyr á móti, já, hvað þarf til að virða þjóðarviljan? Þá vita þau ekkert hverju þau að svara. Hvað þarf til að virða þjóðarviljan ef að svarið er nei? Bara gera ekki neitt eða hvað? Er þá búið að virða þjóðarviljan? En ef svarið er já, hvernig er þá búið að virða þjóðarviljan? Það er bara nóg að kíkja til Brussel og segja, ja, hvað bjóðu okkur? Af því að það er það sem að okkur er sagt að þetta snúist um. Eingöngu ekki vilja til að ganga í Evrópusambandið. Þannig að það var ekki hægt að gera kröfu það að menn kláruðu samningu í Evrópusambandið aðild. Það snýst bara að sjá hvað er í boði. Eru menn þá búin að virða þjóðarviljan með því að bara spyrja því? Þau geta ekki svarað þessu af því að í raun og veru snýst þetta bara að Þorgerður fái einhvers konar umboð til að halda því áfram sem hún er búin að vera að gera í leyni mánuðum saman. Já, þetta er bara þetta er bara verðið sem að Samfylkingin og Flokkur fólksins er að borga fyrir þetta ríkisstjórnarsamstarf. Það er bara þannig. Sko, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hugmyndin hana er auðvitað líka gölluð held ég í hugum margra. Það er að segja, er mikill misskilningur í gangi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnarskráin gerir ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu í einum tilviki. Það er þegar að forseti neitar að rita undir lög sem hafa verið sett á Alþingi. Þá er kveðið á það að það skuli bera það undir þjóðina. Það er þá mál sem hefur farið í gegnum þinglega meðferð og verið samþykkt á þinginu. Þannig að í þeim tilgangi er þetta lagt fyrir þjóðina að því forseti neitar. Og þá er það þjóðin sem að staðfesti lögin í staðinn fyrir forseta eða hafnar þeim. Síðan komu hérna einhverja nútíma eða svona nýlegar hugmyndir manna að það sé hægt bara að vera með þjóðaratkvæðagreiðslur svona bara hvað eina, alls konar. Þannig að það var nú sett hérna lög sem að bara forma þjóðaratkvæðagreiðslu, allir menni hafa hana bara í hvaða formi hún á að vera, dagsetningar og svona, ekkert umfram það. Það er ekkert ákvæði bindandi, hversu bindandi eða þjóðaratkvæðagreiðsla er, hversu hátt hlutfall af fólki þurfa að taka þátt og svona. Og við höfum eitt dæmi svona þjóðaratkvæðagreiðslu. 2012 hérna svokölluðu nýju stjórnarskrá. Já. Þá fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Og ég man ekki betur en að utanríkisráðherra sem nú er, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hún hafði nú bara gefið mjög lítið fyrir niðurstöðum sem kom út úr þeirri skoðanakönnun. Já. Þar var í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu greiddu held ég svona á bilinu 70 til 90%, það voru svona nokkrar spurningar sem voru lagðar fyrir menni, veit ekki hvort að menn mun eftir því að hafa tekið þátt í þessum, mjög fáir kosningaþáttaka var nú ekki 50%, en þeir sem fóru og greiddu atkvæði þessu, þeir þurftu að svara nokkur spurningum. Viltu að í stjórnarskráni verði svona og svona atkvæði? Viltu að niðurstöðu stjórnlagaráðs, sem var hérna eitthvað apparat sem var sett á laggirnar með líka þjóðaratkvæðagreiðslu sem var síðan dæmt ógild, ólögmætt. Viltu að niðurstöðu þess verði lagðar til grundvallar nýrri stjórnarskrá og allt þetta. Og það var, niðurstaðan var samt 60-70%, sögðu já, við öllum þessum spurningum, í einhvern til 90%, alls konar atriði. Svo kom það náttúrulega þetta til umræðu á henni pólitíska þingi og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir barðist fyrir því að þingið fengi nú að ræða þetta bæði í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu, það þyrfti að vera pólitísk umræða um málið. Já. Svo kom þetta út úr þessari þjóðaratkvæðaskoðanakönnun. Þá var Þorgerður Katrín ekkert á því að implementera þetta, að hlýta einhverjum þjóðarvilja. Það var ekki þannig Þannig að og aðalatriði í þessum efnum er það að þetta alþingismenn eru bara bundnir við sannfæringu sína og ekkert annað. Og það eru þetta bara Alþingi sem að tekur ákvörðun stjórnskipan Íslands. Þar með talið hvort að verði gengið til aðildarviðræðna eða gengið inn í Evrópusambandið. Þannig að spurninga núna sem maður fær
frá þessum ákafamönnum Evrópusambandið það hvort maður ætli ekki að hlýða þjóðinni eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er rétt sem hún segir, hlýða í hverju og hversu langt á það að ganga. Og segjum svo að þjóðin segir já, við ætlum að fara í þessa viðræður og það kom einhver pakki þar sem verður lagður fyrir þjóðina og sko áður en að þingi gerir það sko. Ég held að það hafi nú verið kynnt sko, það er nú síðan enn ein furðu ferli eða hugmyndir þetta ferli sem að ríkisstjórnar eða ráðherrarnir hafa, eða utanríkisráðherra sérstaklega hefur þetta. Mér skilst að ferlið að vera þannig að það verði til einhver pakki og þá verði hann lagður fyrir þjóðina og svo fari menn í því að breyta stjórnarskránni og leggja fyrir þingið. Það er allt eitthvað algjör furða og halda menn að þingmaður sem verður á þingi, að hann sé eitthvað bundinn við þá að þjóðaratkvæðagreiðslu þótt að þjóðin myndi samþykkja eitthvað pakka sem fæli í sér afsal á fullveldinu eða hvernig sem hann væri, aukatriði, að þingmaður verður aldrei bundinn við það sko. Þá þurfa menn bara að kjósa sér nýtt þing og fólk sem búið til að reka það áfram. Þetta er bara fráleit umræða sko. Já, og fer gegn stjórnarskránni sem að þessu segir, þingmenn eru einungis bundnir af eigin sannfæringu og ekki einu sinni tilmælum frá kjósendum sínum. Nei. En þetta með hvað taki svo við í þessu, það minnir mig á annað sem að kom fram hjá fulltrúum Feneyjanefndarinnar og maður er svona hálf hikandi við það að vera að vísa í einhver erlendur hópur hafi þessar skoðanir á því hvernig við að haga hlutunum, en í þessu tilviki allavega komið með ýmsa góða punta og einn af þeim var þessi: þið getið ekki tengt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu við einhverja hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar. Það er það sem við höfum mikið reynt að gera. Þetta er engin áhætta sko, því að svo verður seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru mjög harðir á þessu. Það verður að vera þannig að þetta sé bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er undir og valkostirnir, afleiðingarnar af já og nei séu skýrar. Því að það er ekki hægt að lofa einhverju eitthvað sem að gerist hugsanlega síðar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og við höfum þá bara fyrir því orð Kristrúnar Þorgerðar að þær hugsi sér að eða komast áfram með þetta að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. En við höfum líka orð þeirra fyrir því að skattar yrðu ekki hækkaðir og það yrði eldilis tryggið á verðbólgunni og allt þetta, öll þessi kosningasvik sem að þegar hafa komið á daginn. En ef það tekir hér við ný ríkisstjórn, þá er hún ekkert bundin að því að halda þjóðaratkvæðagreiðslu á hvorn veginn sem er. Hvorki til staðfestingar né til höfnunar á. Það er, en öðru heldur utanríkisráðherra fram, sko. Já, en veit. Það er bara þannig. Ég var nú með henni í Kastljósþætti kvöldið eftir þessa atkvæðagreiðslu og það er bara að gera hrópa mér það, þú veist, að það er gert það, og það er gert tortryggilegt að maður ætli ekki að beygja sig í duftið á næsta kjörtímabili fyrir einhverju ákvörðun sem þessi ríkisstjórn er að taka. En þetta er auðvitað alveg fráleitur málflutningur. Já, en fyrir vikið, þetta vitaður hvernig þetta er, en fyrir vikið þá leggur hún núna ofurkapp á að klára þetta hratt. Og maður sá það á nefndaráliti meirihlutans að þar virðist greinilega að leggja meiri áherslu á að láta viðræðurnar ganga hratt fyrir sig heldur en afrakstur viðræðurnanna. Alveg rétt. Af því að gera sér grein fyrir því að ef ná ekki klára þetta mál á þessu kjörtímabili þá gæti það reynst erfitt síðar. En sem betur fer þá tókst nú ekki tilraun til að kollvarpa stjórnarskránni. Við höfum ennþá einhverja vörn í henni. En það er hægt að vinna heilmikið tjón á meðan á þessum viðræðum stendur. Og kannski stærsta tjóni það að við séum ekki að vinna öðrum málum á meðan. Því að það er, eins og bara reynslan sýnir, þó við höfum að vera að vinna í auðvelduköflunum að miklu leyti eða íslensk stjórnvöld síðast. Það var allt stjórnkerfið undirlagt. Ráðuneytin og stofnanirnar undir ráðuneytunum og voru að spá í hvernig ætti að aðlaga sig að sambandinu og veita upplýsingar og leið hvert að Evrópusambandið yfir því að það var ekki nógu stórt bákn á Íslandi til þess að díla við þetta.
Þannig að við verðum að fyrir alla muni að forðast það. Dragast inn í þessa vilsu. En svona áður en við ljúkum þessu, þá er kannski allt í lagi að láta svona kynna fyrir fólki stemminguna sem var hérna í húsinu, sko. Það var alveg áhugaverð stemming hérna í húsinu við þessa seinni umræðu. Já, Það kom mér í rauninni á óvart að stjórnarþingmenn hefðu ekki létu sér málið svona litlu varða. já, Það er einn almenni þingmaður. Nú hef ég náttúrulega ekki verið í stjórnarandstöðu áður, en sko sem stjórnarþingmaður og ég man bara eftir því þegar minn þáverandi flokkur hafi verið ríkisstjórn, þá voru þingmenn flokksins áhugasamir þátttöku í alls kyns málum og ég sé það ekki fyrir mér að menn hefðu látið svona stórt mál fram hjá sér fara án þess að vilja setja eitthvað niður mark sitt á það. En hér voru þeir voru teljandi á fingrum annarra handar, þeir þingmenn stjórnarflokkana sem tóku þátt bara svona í almennu umræðu. Það Ekki er- einu sinni andsvörum á okkur sem að stóðum hérna og fluttum ræður. það er ekkert margir greinilega sem vilja bera ábyrgð á þessu. Nei. Treyst ekki alveg á það hvernig Nei. þetta fari og sérstaklega hefur það vakið athygli að forsætisráðherrann hefur ekkert tjáð sig málið og tilneitur, ekki haldið neina ræðu. Nei. Og raunar lýsti yfir, held ég, að hann ætlaði ekki að halda ræðu málið. Það er alveg með miklum ólíkindum og ég tók eftir því líka við atkvæðagreiðsluna að það var nú óundirbúinn fyrirspurnatími sem að hefði nú ekki orðið nema vegna ræðuhalda miðflokksmanna. Þá gafst okkur færi á að spyrja forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum bara þetta ferli og svona. Og það er ofboðslega, og ég hjó bara eftir því, bæði í þeim sem fyrirspurnatíma og líka við atkvæðagreiðsluna þar sem hún kom nú og gerði grein fyrir atkvæði sínu, svona, hún var svona meira kannski að reyna að svara fyrir ákúru sem hún fekk auðvitað við atkvæðagreiðsluna. Hversu lítil gleði stafaði frá henni í Já, þessu já. máli. Já, já. Þetta var ekki sannfærend og ég er ekki sannfærð, mér finnst það bara að blasa við að hún er ekki sannfærð að þetta verði ferdi fjár, Nei, hvorki fyrir þjóðina og svo kannski hugsa hún fyrst og fremst flokkinn sinn sko í þessu, en það stafar engin gleði nei. frá neinum ráðherrum í þessu máli nema utanríkisráðherrann sem Akkurat. er svo létt að hafa komið þessu máli sínu Já, einmitt. á koppinn. Enda hafði Kristrún rétt fyrir sér þegar hún útlistaði þetta fyrir kosningar, hvernig þetta horfði við henni. Já. Það var bara mjög vel gert hjá henni og allt rétt. Svo hefur hún verið sett í þessa stöðu og pínd í þetta af hálfu Þorgerðar í framhaldi af því að það var búið að láta eitt og annað eftir flokki fólksins. Já. En ég ímynda mér að allavega einst inni í undirmeðundinni þá vilji Kristrún að niðurstaðan verði nei. Vegna þess að þá fær hún Já, ég geti trúað því. aftur völdin. Fær hún aftur völdin og frið til þess að vinna þessum málum, vegna þess að hún fær auðvitað engan frið fyrir sko innanríkismálunum og þeim vanda sem að blasi við í efnahagsstjórninni. Nei. Hún er ekkert að fá neitt afslátt af því þótt hún færi þessa vegferð. Það verður bara meira að gera sko. Og það verður ennþá meiri pressa á Og það henni. verður erfiðara að nýta þau tæki sem eru til þess að taka á vandanum þegar allir eru leið að hugsa hvernig lögum við þetta Já, að Evrópusambandinu sko. Já. Og það var nú bárust nú fréttir það líka sem að við rétt náðum að drepa á í umræðunni. Fréttir frá Finnlandi sem einmitt að verða fyrir, og það er bara miklum ólíkindum það mál, ef fréttir eru réttar, sem ég verð nú ekki að gera ráð fyrir að séu í þessum efnum, en að Evrópusambandið hyggist sekta Finnland fyrir of mikinn fjárlagahalla, fyrir of mikinn halla á ríkisrekstrinum hjá þeim. Og Finnar hafa grátandi mætt til Evrópusambandsins og sagt þetta er nú bara því við erum að auka í varnarmálin eins og það er allir að biðja að gera og við ætlum að gera út af rússaógninni og svona. Evrópusambandið segir þetta er ekki nógu góð afsökun, það er ekki hægt samt að fara svona fram yfir sko, eins og þið eru að gera. Þið standist ekki viðmið Evrópusambandsins og þá ætlum við bara að sekta ykkur. Þannig að ríki sem að stendur í ströngu á erfitt með að ná endum saman greinlega eins og Finnland í þessum efnum því að það eru að keyra upp varnarmálin hjá sér, útgjaldi varnarmála. Evrópusambandið sér þá lausn eina að sekta það þó líka. Þannig að þeir hafa ennþá minna fé milli handana. Já. Þannig að þeir þurfa að fara að skera niður í velferðarþjónustu og
öðrum svona brýnum innanríkismálum. Svona Brussel lógíkin. Nei, þú veist, þetta þannig ég meta þannig bara af öllu atgerfi, ekki bara forsætisráðherra heldur í rauninni annarra ráðherra sem hafa haldið sér til hlés og mætt dvalið hér í fókustellingunni nánast í þessum óundirbúnum fyrirspurnum þegar menn eru að reyna að draga fram einhverja afstöðu þeirra til þessara mála, að þetta sé þeim allt saman óþægilegt og þessi lausn að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu af því að þau neyddust til þess að semja þetta í ríkisstjórnarsáttmálanum. Já. Það að henda þessu síðan svona bara inn til þjóðarinnar á þessum tímapunkti sé svolítið bara, það er bara verið einhvern veginn að fara út með ruslið, sko. Já, Með þessu. já. Það er bara einhvern veginn bara hent í þjóðina, sko. Einmitt. Og svo bara sagt, þjóðin bara bera ábyrgð á þessu? Við ætlum ekki að hafa neina skoðun á málinu. Bara þjóðin, talaðu við þjóðina, Sigmundur, ef þú þarft eitthvað að gráta yfir þessu. Ræddu við þjóðina, ekki við okkur. Einmitt. Það er bara verið að fara út með ruslið, það er bara þannig. Já. Það er vel orðað og ágætis held ég lokapunktur hjá okkur. Já. Þetta er þetta búið að vera svona svolítið hjá okkur í þessum fyrsta þætti formið og það sem búið er að vera að gerast. En svo færum við okkur vantanlega meiri yfir í umræðu heitar og áhugaverðar umræður Evrópusambandið sjálft og eðli þess og lýðveldið Ísland og eðli þess. Og ég hvet í rauninni bara ég ætla nú ekki að hvetja fólk sér samt að hrúga yfir okkur spurningum, en ef menn hafa eitthvað svona málefnalega innlegg eða málefnalega vangaveltur sem að menn vilja fá afstöðu okkar til og þeirra sérfræðinga sem við ætlum að fá hingað, því við ætlum að reyna að draga sérfræðinga, ekkert endilega kannski ekki bara þá sem hafa efasemdir þetta ferli allt saman, það eru einhverjir sérfræðingar sem að sjá sólina alveg gegnum þetta og það er ágætt tækifæri fyrir okkur að eiga orðastæði líka við þá, þannig að við boðum það að það verði eitthvað fjör. Mikið gaman, mikið grín. Mikið fjör, mikið gaman, mikið grín. En við þökkum fyrir okkur í bili og þið heyrið frá okkur innan viku aftur. Takk.